Komið sæl og verið velkomin í bókarapp við Rauðaborðið. Við erum að reyna að ræða eiginlega bara sem mest bókmenntir núna rétt fyrir jólin, af því þetta á nú að heita svona aðal jóla eða þess bókatími ársins á Íslandi og kosningarnar eiginlega sviku bókmenntirnar svolítið, eða þess að tóku tíman af jólabókaflóðs umræðinni einhverju leyti, þannig að við köllum til okkar fólk sem með nýjar bækur fyrir jólin og ég heiti Oddný Eir og til minn eru komnir tveir rithöfundar. Það Gunnar Theodór Eggertsson. Sæl. Hann rithöfundur og má líka geta þess að þú ert bókmennta og kvikmyndafræðingur og svo það Valur Gunnarsson, rithöfundur og líka sagnfræðingur og ýmislegt annað. Já, þetta ekki kannski fyrsta sinn sem að pólitíkin og listirnar eru andstæður og takast á, en þetta bara með svo beinum hætti núna þegar pólitíkin keyrir yfir allt alveg fram á síðasta dag nánast. Já, mitt. Og hvernig hefur þetta gengið svona, finnst ykkur? Fundið alveg fyrir því bara að það hafið bara einhvern veginn engin tími til að pæla í bókum? Já, ég held það og þetta hvað þetta tekst aldrei að stilla þetta af því þetta ekki gott fyrir neitt. Þetta ekki gott fyrir kjósendur sem kannski erfitt með að leggja sig í hættu að fara á kjörstað. Þetta ekki gott fyrir fjárlög sem einhvern veginn allt liggur í harsnum. Þetta já, það svo margt slæmt sem að kom út úr þessum Panama-skjölum og þetta eitt af því að kosningar skulle alltaf vera á haustin. Þetta fjórðaskipti í röðu eða hvað. En pólitík og bókmyndir eiga að vera andstæðum með því en kannski ekki alveg. Býtu, kom það út úr Panama-skjölunum? Þá voru styttu þeir kjörtímabilið og höfðu kosningar að hausti. Já, svoleiðis, já. En hvað, þú Gunnar Theodór, ertu búin að vera duglegur að... Já, talandi þessi tími ársins fyrir bækur, þá fann ég ekki sérstaklega fyrir þessu þegar ég var á svo skrýtnum árstíma núna með mína bók. Ég vanur að vera í jólabókaflóðinu en ég líka skrifa aðalega barna- og unglingabækur. Ég hef áður gefið út eina skáldsögu fyrir fullorðna og hún kom út í ágúst og þá hélt ég einmitt myndi vera akkurat á þessum tíma svona rétt á undan flóðinu sem fá athygli og það var bara þveröfugt, hún bara gjörsamlega drukknaði og hvarf og ég held að fyrsti dómurinn hafi komið fyrst í byrjun desember í lok nóvember og ég hef aldrei beðið jafn lengi, þannig að ég hef lent í því áður að bara brenna með svona svakalega á flóðinu, þannig að nú var ég með mjög skrýtna bók í ár, ég fyrstu svona furðusöguna mína sem ég þóra að skrifa fyrir fullorðna, hrollveiki fyrir fullorðna, ég vanlega skrifa þær fyrir yngri lesendur og það hefur nú lengi verið svona þannig stemning í bókaheiminum á Íslandi að þeir sem hafa áhuga á svona bókmyndum eiga bara að gjöra svo vel og halda því fyrir yngri lesendurna, en við erum svona nokkur að ströggla við það að skrifa þessa bækur á íslensku fyrir fullorðna, við kannski tala um það á eftir, en hún sem kom út í mars og það var svona tilraun hjá útgefandanum að reyna að finna einhvern svona svolítið nöturlegan tíma febrúar-mars til að reyna að selja fólki hrollveikjur og vera ekki í samkeppni við jólabækurnar, þannig að ég og Hildur Knúts svona saman með hrollveikjur á þessum tíma. Þannig að hún búin að vera svolítið huldubók í flóðinu, þannig að þetta truflaði mig ekkert sérstaklega allavega núna, ég var alveg kortið svolítið svona út úr öllu fyrir Já. En ég var að byrja kannski að segja okkur hvað bækurnar heita svona til að kynna og sýna þér Já, mín sem sagt Vatni brennur sem hrollvekja tónlist sem ég hef búin að vera melta núna og ganga með í maganum í nokkur ára meðan ég skrifaði heilan fantasíu þríleik fyrir börn, það var þess alltaf svona malla bakvið tjöldin og þetta sem ég segi fyrsta skipti sem ég legg í það að skrifa. Ég ætla alltaf að vera hryllingshöfundur fyrir fullorðna, það var draumurinn sem ég var lítill en núna loksins komin út. En finnur þú kannski fyrir því að þú að þessi búið að brennimerkja þig, eða þess að ekki brennimerkja, en svona að þið stimplaði þig sem barnabókahöfund, þannig að þú eigir svolítið erfitt með bara að segja nú ég að gera líka fyrir fullorðna. Ég held ekki. Ég vel líka, ef svo þá ég að treysta á það að börnin sem lása fyrstu barnabækurnar mínar, ég hitti einn dag, hann afgreiddi mig á bar að hann sé orðinn nú stálpaður til að
fara að lesa þetta trista því að Já, þetta að fjárfesta í framtíðin Já. Þú ætti að byrja sem barnabókahöfundur Vilborg Davíð sér þetta líka, hún byrjaði að skrifa ágjöra barna- og unglingabækur á víkingatímanum og síðan alltaf hefur það fólk bara elst og haldist inni sem lesendur því að það er alltaf í miður oft þannig að það er meira eldra fólk sem að les bækur þannig að maður svona og kannski sérstaklega bækur sögulegs efnis þannig að það náttúrulega verið einhver endurnýjun Já, og treysta lesendunum til þess að bara fylgja eftir sínu áhugasviði alveg líka bara hvaða aldurskeiði sem það er. En hvað heitir þín bók? Þín heitir, ég hef nú nefnt hana hérna áður. Já, hún heitir Berlínar bjarmar, Langama, David Bowie og ég og fjallar Berlín og er í þessum 3 hlutum þar sem að fyrsti hlutin fjallar langöfum mína sem að er fædd og uppalinn í Þýskalandi en fluttist síðan hingað í Mosebæinn á millistríðsárunum og ég mörgum þótti mjög skrítið hvað að skildi vera að álpast upp til Íslands svona útnára heimsins á þeim tíma og en það kom í ljós að hún hafði valið rétt að því að skömmu síðar kemur kreppa og nasismi og önnur heimsstyrjöld og þá hún auðvitað þá fyrir náttúrulega í Þýskalandi og þá síðan getur hún komið færandi hendi frá Íslandi eftir stríð og það er mér tilefni til þess að skoða þessa hluti í stóru samhengi sem sagt aðdraganda heimsstyrjalda og uppgang fasisma og nasisma sem að því miður mann fannst fyrir 30 árum síðan að þetta væri bara eitthvað svona horfin saga, mann hefði skrítið þetta hafi gerst og nú er þetta allt í einu orðið svona relevant aftur allt sem maður hefði vonast til að gerast ekki en síðan er annar hlutin Berlín og kalda stríðið og það er og rock and roll sem að ég held að skipt gríðarlega miklu máli beggja megin múrs ég legg mikla áherslu á David Bowie og Iggy Pop sem að hluti til Vestur-Berlínar sem að var svona hálfgerð listamanna nýlenda umkringt múr en innan þessa múrs það máttur gera alls konar hluti sem máttur ekki gera í Vestur- eða Austur-Þýskalandi og svo stemning svona hefur haldið sér henni kannski aðeins að dofna en austan megin múrs þá var rockið kannski enn mikilvægara því að fólk var bara ólingsaldrið þá var það bara skikkað í nú varst þú að vinna í þessari versmið eða nú þú að vera vélritari eða eitthvað sem eftir er og það eina sem gaf lífinu merkingu í þessari undarlegu veröld var dægutónlist, var hvort sem það var disco eða punk eða rock og það var þetta sem fólk lifði eiginlega fyrir og svo því og síðan síðasti hlutin fjallar Þýskaland samtímans og mínar eigin upplifanir sem bæði sem nemi í Humboldt og sem blaðamaður og Berliner Zeitung sem var moggi þeirra austu þjóðara má segja. Nú er svolítið mikið að gerast í Þýskalandi og er ekki stjórnin að falla og þótt að við ætlum nú ekki láta stjórnmálinn taka yfir þetta bókafjall. Já, maður þarf eiginlega að vera á þessu bili maður alltaf Jú, því miður því að þjóðir svona síðan 45 hafa viljað hafa stöðuleik og vilja hafa svona látlaus og litlaus stjórnmál en það er ekki gott faktist að akkurat núna þetta er náttúrulega daginn eftir að Trump tók við eða var kosinn og þá hefði Evrópa þurfti að taka sér saman í aldrinu og undirbúa sér fyrir það en nei þá daginn eftir þá slíta þeir stjórnarsamstarfi Scholz og Lindner í Þýskalandi og síðan verður náttúrulega allt bara núna Trump tekur við þá er allt bara í kosningabaráttu og síðan var það kosningarna 23. febrúar það er ekki fyrir þá sem það kemur loksins styrk einhvers konar stjórn og sem að verður í Vestavall með AfD hægri öfgaflokkin innanborðs sem ég myndi ekki útiloka alveg þannig að þetta er allt sögulegir tímar því miður. En ef þú ert að kynna bókina þína og lesa upp úr henni og svona nærðu þá einhvern veginn að miðla þessu, finnst þér fólk er tilbúið til að ræða líka efni við að þetta sé fasisman og raunverulega endurkomu fasismans eða er þetta svona hólfa niður og fólk sem kemur til að hlusta á upplestur og bókum vill freka bara hlusta á text eða einhverja skemmtilega sögu en ekki endilega þig að tala fasisman eða hvernig upplifur það? Nú veit ég þetta ekki, ég bara að spyrja. Nei, ekki Ég er með kafla þarna í bókinni sem stundur lesa upp svona misjafna smokka kaupaferð sem að á að vera til skemmtunar en
En reyndar hef ég oftast og líka útjöfnbættur að lesi kafla fall Berlínarmúrsins sem að eitthvað sem að eiginlega allir tengja við og náttúrulega flesti muna eftir sem að, og það vekur alltaf mikinn áhuga fólks að því við erum einhvern veginn ennþá á því tímabili eða átt okkur vel á því tímabili sem byrjaði við fall Berlínarmúrsins og heimurinn hefur ekkert alveg svona fundið sér farveg síðan þá, við vitum ekki alveg hvernig, við vissum einhvern veginn hvernig kalda stríðið væri, það var svona sko, en það sem gerir síðan ennþá einhvern veginn alveg á flæði sko og maður ég vil segja þetta svona friðar og bjartsýnis tímabil sem þáttur allt tóku þetta fall Berlínarmúrsins því sé lokið og við erum að sigla inn í eitthvað annað að vera núna. Það var náttúrulega svona, var talað að svona pólitíska narratífan var mjög tiltekin í kalda stríðinu og kannski takmark eða hvað þetta snýrist mikið óvinnin sko, en hefur einhver pælt í því að hvernig bókmenntaleg svona narratífi hefur kannski þróast, hvernig við höfum breyst að því að mér finnst svolítið skrítið stundum með mitt hvað á Íslandi ennþá svona ákveðin stífleiki í flokkunarkerfum sko og meðan að manni finnst að vera orðið miklu opnar á milli sviða og milli líka aldurshópa, milli fræða og og fagur fræða og svoleiðis. Já. Mér finnst einhvern veginn, og þetta sér maður það stað víða sko, en mér finnst einhvern veginn ennþá samt eima eftir að því svona bókmennta umræðu. Hvað finnst ykkur þetta? Já, þegar ég byrjaði háskólanum fyrir næstu 30 ára síðan, þá fórst mér helmingurinn tímanum fara að ræða hvort það væri sko félagsfræðileg spurning eða stjórnmálafræðileg eða eða bókmenntalega hvað, en það hefur finnst mér miklu meira opnast það kerfi sko, en ég náttúrulega alltaf á þessum mörkum sko, ég of poppaður fyrir rockið og rockaður fyrir poppið, ég hef alltaf verið of listrætt fyrir akademíkina en of akademískur fyrir listina, en núna ég bara búin að finna mér mína eigin leið og mín eigin frásanarafir þar sem ég fæ að vera bæði persónulegur og stórsögulegur á víxl og mér finnst það óbúslega mikið léttir og mikið frelsi og þetta það sem ég gaman á að gera og geri held ég ágætlega en já, en þá lendir maður kannski svolítið svona utan flokka og það getur líka verið vandarsamt kannski og fólk veit alveg hvað það á að gera við mann sko. Hefur þú upplifað þetta eitthvað, Gunnar Theodór? Já, ég hef verið í akademíunni líka og svona rokkað á milli að vera að skrifa einhverja fræðilega greinar og að kenna og svo að skrifa skáldskap en hef bara svo miklu meira gaman á því að vera í einhverjum fantasíu heimum að meðan ég get flúið þangað þá líður mér best þar sko en þessi svona flokka skipting í bókmyndin náttúrulega bara, þú veist, hjá mér birtist aðalega í þessum svona þessi svona miklu aðgreiningu á milli runnsæ skáldskapar eða literary fiction og svo furðunar og fantasíunar og sci-fi og horror og allt sem svona genre fiction og sem rauninni snýst að það með ekki vera neitt yfirnáttúrulegt leiður einhver orðið yfirnáttúrulegt þá það orðið eitthvað annað en fínar bókmenntir. Já, er það alveg svoleiðis, sem sagt, að þegar þú ferð yfir einhverja línu, þú mátt vera með smá fantasíu? Já, þau svona fína bókmenntafólki kallar þetta töfrarunnsæja því það vill ekki nota orðið fantasía. Þannig að þegar það var allt í einu konar svona flotta bækur inn í flóruna sem voru með einhverju svona yfirnáttúrulegum blæ, þá var það þurft að búa til svona nýtt hugtak svo það mætti acceptera fantasíuna. Ég meina, yfirnáttúrulegt draugar og hryllingur og galdrar og fantasía hefur verið í bókmyndum frá upphafi, það tiltölulega nýtt að skáldsögur séu fullkomlega runnsæðar en það einhvern veginn náðu svona rosalegu völdum bara á öllu og ég segi ekki að maður verður ekki var við eitthvað rosa fordóma, það er allir mjög þannig sér opnir en það erfitt samt að sko sannfæra fólk að bæði útgefundur sem að hafa nú mjög lengi verið svona treygir við að gefa út fantasíur fyrir eldri lesendur en líka bara hjá fólki og þetta er rosa margþætt sko, ég tek oft sem dæmi af því ég með hrollvekju og ég veit alveg fullt af fólki sem bara hefur ekki áhuga á hrollvekju, en ég veit líka fullt af fólki sem ég gefið þessari bók séns og verið mjög hrifið af henni sko og bara komið þeim á óvart en ég fæ nefnilega tilfinninguna að rosalega mikið af glæpasögum sem allir að lesa nema ég
sem miklu ógeðslegra og ofbeldisfullra og viðbjóðslegra en helmingurinn af því sem ég les af hrollvekjum en leið og það komin einhvers konar eitthvað órætt eða eitthvað yfirnáttúrulegt inn í þetta, eitthvað sem ekki útskýrt og ekki einhvern veginn leitt að einhverjum svona röglegum niðurstöðum í lokin sko, þá missir fólk áhugann. En er þetta, nú erum við ekkert að fara, nú kallaði ég nú ekkert á ykkur svona til þess að fara alveg að greina djúpar línur og ekki kannski, ekki endilega heldur að kvarta yfir eitthvað íslensku bókmyndaumræðu í sjálfu sér heldur og kannski bara svona samt að spökulur í því það sem að höfundar upplifar og pæla í, bara jafnvel á einu ári eða í tengslu við útgáfu einnar bókar og órökrætt. Svona þetta einmitt þú segir, hvað af hverju ein bók bara hverfur eða fær ekki athygli. Það svo ómögulegt einhvern veginn átt að sjá því en þannig að það er náttúrulega svolítið spennandi aðeins að pæla í því. Manni dettur í hug, þú veist, bara galdra ofsóknur á Íslandi. Getur það nokkuð verið, nú er ég alveg svona því margar tilgjóttir. Nei, málið það er fullt af fólki sem les sko, almennt séð skilst mér, þeir sem lesa fantasíu til dæmis, lesa og kaupa miklu fleiri bækur heldur en svona almenni lesandi allavega út í heimi og það er fullt af lesendum hér sem að lesa svona bækur nema það er hitt dæmið sko, það eru þeir sem eru alveg á gegnsósa í þessum heimi en lesa ekki á íslensku því að þeir eru bara löngu búin að læra það að þessar bækur eru eiginlega bara til á ensku og hann var bara svolítið alveg stuppið það að maður fara bara... Ég heldur að mista tækifæri þarna og ég eiginlega alveg þess virði að velta hans fyrir sér svona stóru strömmum líka sko. Það er svona þessi þunga hönd hérna sósíalrealisma sem að hefur legið lág öll Norrlönd á 20. öld sko og hún stóra skaldsaga, hún gerðist nú gætan yfir einhverju firði yfir 3 kynslóðir og það er nú einhverju ennþá að skrifa þannig bækur í dag en það var alveg mér sagt hérna fyrir aldamót að sko að það myndi aldrei verið hægt að skrifa íslenska glæpasögur þess að það verið bara óraunsætt að það einhverju fjöldamorðingjar gengju lausir hérna en síðan alltaf gerist þessi sprengja rétt eftir aldamót allir fara að skrifa glæpasögur og glæpatíðinu sem betur fyrir talsveit Harry í bókmyndunum heldur en í raunveruleikanum en það eru samt svona náttúrulega mjög sósíalrealísku formi alla jafna sko. Þetta er alltaf drykkveldi lögreglumann sem að og í eruleikum með samskipti við börnin og stundum slæðist eitthvað smá yfirnáttúrulegt já, og sko, það er reyndar svona, hún gerir það alveg kemst upp með það já, og en eins og það er því að innan þessa form sem er núna orðið viðurkennt þá er það ekki í lagi sko. Já, einmitt, en það þurfti að búa til einhvern veginn hefði kringum þetta búa til rétta tungutakið sko, til að geta skrifa svona bókmyndir á íslensku þannig að fólk tækið í alvarlega það er eitthvað sem ég held líka bara þurfa að gerast núna sko með ekki setna vætna með fantasíur og hrylling og við erum allavega nokkur ég og Alexander Dan og Hildur Knúts og Emil Hjörvar og einhverjir fleiri sem erum að ströggla að skrifa þetta allt á íslensku sumir fara beint í ensku og það er íslenskir höfundar sem hafa farið að skrifa fantasíu bara á ensku og bara hoppað yfir íslenska markaði og finnum maður kannski þær bækur bara í Nexus eða Ég held það, ég veit ekki alveg viss. Það er svona smá tenging, er það ekki milli Nexus nördana innan geðsalappa og Nexus er með íslensku bækurnar okkar til dæmis. Það er ekkert svo langt síðan ég fór með unglingabók fantasy í Nexus og fekk bara því svo að þið varum bara ensk bókabúð og þið vildi ekki tafa hana það sem betur fyrir búið að breytast. Það sem líka er svolítið í þessu sko, er að bestu fantasybókmyndir á tíma eru Snorra Edda og Eddukvæðin og aðrir fantasíuhöfundar eru stöðugt að sækja í þennan brunn og náttúrulega stóru nöfnir svo Tolkien og síðan George R. R. Martin í sinni tíð. En við einhvern veginn tökumst ekki á þetta og nú er ég að læra miðaldafræði í háskólanum og það er sko, þú veist, íslenska miðaldafræði hún er bara tóm, það er að leggja niður kursa því það er engin áhuga á því, en síðan er sko hliðin á ensku miðaldafræðideildinni og þar komast færri að heldur en vilja sko, þetta er óbúslega eftirsótt að læra þessar bókmenntir, fornbókmenntir hér hjá útlendingum og alveg eldklart fólk sko, Bandaríkjamenn sem tala latínu er brennandi og kjósa koma til Íslands til þess að lesa einhvern veginn íslendingasöguna en við einlega alveg hundsum þennan arf og jafnvel sko og í höfðinni þegar við tölum íslendingasöguna þá er það einhvern veginn svona eitthvað sósíal realismi eitthvað sem raunverulega gerðist en ef nánar er að gáð þá eru það allar fullar af draugum og alls fólk að dreyma berdreymið og alls konar skrýtnir andar á sveimi sko. Já, þannig að ef það er til einhvern svona kjarni í þessu menningararlegar þá er hann í fantasíbókmyndum. Já, farið líka bara í Shakespeare og allt það er alltaf eitthvað yfirnáttúrulegt. Já, og hann var að stæla amlóðasögu í einhverju leikriti. En þetta er, ég meina
svona við höldum áfram að mitt skrifa þessar bækur á íslensku ekki bara til þess að reyna að lokka sko einhverja lesendur að heldur líka til að reyna að sýna öðrum höfundum að það hægt, við þurfum að vera svolítið samtaka í þessu að reyna að búa til þess að svona yfirnáttúrulegu menningu í bókum líka sko. Já, það sem einnig ekki mikilvægt í þessu það að þetta einmitt höfðar til ungs fólks, almennt jafnvel ungra strákar sem lesa lítið annars. Ég bók Örninn og fólki sem kom út 2017 sem var svona eiginlega vísindaskáldsaga en líka hvað ef skáldsaga þessi var þessum mörkum sögulbókund og vísindaskáldsaga og hún var rosalega mikið í útlandum í bókasöfnum í menntaskóla og þannig að Já, þar sér maður alltaf hver að lesa það er skólabókasöfnin, sko alltaf við barna- og unglingabækurnar ákveðna bækur sem að fara í jólapakkana og birtast tölur þar og svo er það svona gaman að sjá yfirliti hjá bókasöfnunum það er ennbla ekkert alltaf sem það helst í hendur hvað er verið að selst næstu í búð og hvað er síðan En er það ekki líka mjög stundum ég veltaði fyrir mér svona þegar maður rappar súpermarka og byrjar að tuða svona einhvern veginn með sjálfum sér og af hverju þessar bækur hér og það er alveg heil umræða út af fyrir sig sko en með verðlega bókum og svona kannski af hverju það ekki hér en líka þetta bara með þetta sé gjafavara sem að virtist nú í fyrstu vera ansið sniðugt sko að þetta væri jólagjöf það virkilega vist eigur svona sölu á bókum en ég var einhvern veginn sem ef að hverju einn myndi kaupa sko þá bók sem að hann langar til þess að lesa þá myndi allt aðra bækur seljast, af því það er þetta óöryggi þegar þú ert að fara að gefa einhverjum er það ekki oft talað þetta þá kemur þetta meira svona fyrir þá sem ekki þekkja til, þá viltu ekki gefa einhverja bók sem er eitthvað skrítin eða furðulega eða svona jöðru við eitthvað að vera bara kannski gefa bókinu þín og þú lokist bara inn í einhverjum undir heimum Já, farið bara illa með því að lesa svona vitleysu sko. Jú, þetta þannig verður svona bara einhvers konar mini bestseller menning til alltaf bara rétt vikuna fyrir jólin. Er allir bara svona að fara að fókusa á ákveðna hluti. Þetta er bara eins og í kosningakerfinu líka, þú veist, þetta er bara fólk þorir ekki, það er bara fólk kaupir strategist, eins og kýr strategist einhvern veginn, þorir ekki að veðja á eitthvað sem er aðeins öðruvísi sko að því að það er best bara að kjósa Framsókn. Jú, en það er líka að gefa gjöf sérstaklega einhvers og þekkir ekki rosalega vel og stundum komast bara einhverja þann stalla þegar við viðurkennda gjafir að gefa bara Bubba, það var nú einhver 10-15 ár sko nú hefur verið í 20 ár gefa bara Arnald, það er svona nokkuð solid sko, það er svona sammála með þetta bara maður komin í áskrift sko hjá ákveðnum höfundum og þetta þykir alltaf sko hvort sem að manneskjörnum er áhuga á þessu þá er þetta samteknið svona fín gjöf sko en þessi jólabókamarkaður náttúrulega er sko annars vegar heldur en upp í útgáfustarfsemi á Íslandi sem væri nú bara valla djerlega ánast. Hins vegar þá náttúrulega er þetta óbúslega hamlandi fyrirbæri. Allar bækur sem kom út hafa svona 2 mánuði og síðan eiginlega eru það dauðar, síðan er þetta bara bókin sem kom út í fyrra og þegar fólk er búið að lesa einhver umræði farin af stað, kannski í jólabóðunum eða jólaprínu, þá er hún stegur orðið á seint, sko. Þetta er þetta rosa kapphlaup, en það er bæði gott og slæmt, en þetta er svo líka fyndið, sko, hvernig af því að það er samt smá vormarkaði líka og þegar maður er að skrifa bækur fyrir jólin, þá myndi hvattu bara til þess bara hafa það sem lengstar, bara gera það vilt og þú veist að því þá er þetta stóru mikill pakki, þetta er fín gjöf sko. Nú er það er það svona þykir gott bara fyrir jólin að vera með þykkar? Já, en ef þú ert að skrifa fyrir vorið þá ætti að hafa það sem þynstar því að fólk sem er að kaupa fyrir sjálft sig, það vill nú ekki vera og ég finn þetta alveg sjálfur, ef einhver bók er rosa stóru mikil þá er maður svona, hef ég tíma í þetta og maður er ekki að grípa einhverja stuttri sko. Já, mín kom út eins og segi í mars og hún er líka bara í svona léttri kilju og þú getur ekkert, það var erfitt að reyna að drepa mann með þessari bók sko. Lipur, en þú ert með sagðirðu tónlist í þinni bók líka? Já, við erum báðið með greinlega mikla tónlist í bókunum okkar. Já, þessi bók í rauninni var til þegar ég flutti til með fjölskyldunni til Svíþjóða fyrir nokkrum árum og bara einhvern veginn fór á kaf í sænska proggtónlist sem var hljómar ótrúlega fáralega en er alveg ótrúlega áhugavert tímabil þar sem að það bara var æði öllu saman hérna af jazzi og heimstónlist og rocki og þjóðlega músík og sérstaklega mikið af ekkert endilega sko það sem að vera að syngja heldur mikið af instrumental tónlist sem ég heitlaði svo mikið af og fór að sanga mér endalausum blöðum kom heim með alveg hrikalega þungt mínu blöðu safn frá Svíþjóð af svona 60s, 70s dóti
og þá byrjaði þessi saga að vera til, bara ég fór að sjá fyrir mér einhvers konar týndan tónlistamann og götum Stokkólm sem að væri bara spil út á götu og færi einhvern veginn að sogast inn innan heim og síðan rambar á einhvers konar stef úr þjóðlagi sem að mjög gamalt og hefur fyllt mannkyninu á þessu svæði 1000 ára, þessi bók fer alveg fram og aftur árþúsundir og rauninni tónlist var algjörlega kveikjan að þessari bók og þess vegna vínilplata framan sem svona drungalega vínilplatan í sögunni sem að þessi maður endar síðan á að taka upp, svo einhver hryllilegu glæpur framin við upptökuna sem allt óljóst og svo aðalpersonin í bókinni íslensk raftónlistakona núna í samtímanum sem að fær eintak á þessari plötu fyrir tilvíðin og verður gjörsamlega heilluð af henni og byrjar að sampla hana og fer síðan sjálf að sogast inn í þennan hljóðheim sem auðvitað mjög heilluður. Og hver tengi? Það tengingin komin milli okkar og ekki bara svona, hann lengra komin í stektískunni en hann alveg frábær píónleikari Gunnar og hann spilaði bara sér undir þegar ég við nú aðeins einmitt með hljómsveit sem heitir Malnir og Frenja. Sem einmitt í þessari bók. Bókin byrjar á Eistnaflugi þungarsháttíðinni og ég auðvitað tróð minn eigin hljómsveit inn í bókina og nefnir eitthvað nafn en hún að spila. Já, mér svo gaman þegar það svona óvæntir þræðir, þetta svona þessi blind date við bókaborðið. Já, þetta var mjög fyndið að glamra músík undir upplestri þetta var mjög tilraunakenndir upplestrar og skemmtilegt En hver tenging? Já, ég vildi bara ég hefði beðið ykkur að koma með hljóðfærin Já, ef ég hefði bara átt að maður þessu og ef þið hefði vitað en þú komst með Helgrímuna. Já, ég bara, af því að mér langaði svo að fá tækifæri að sýna hana því að hún svo skemmtileg. Það sem sagt, aðalpersonin heiti Gríma og hún í hljómsveit með kæristunum sínu sem heitir Helgi. Hann í rosalega vinsælli þungarsljómsveit sem svona nokkurs konar ímynduð skálmöld eða þannig, bara svona supergrúppa af þungarokkurum og en hún rosalega tilraunakend tónlistakona, hefur ekki áhuga neinu svona mainstream neinu, en þau eru saman hljómsveit Gríma og Helgi sem heitir Helgríma og Gríma sjálfa á að hafa verið mjög upptekinn af alls konar slátrunar aðferðum og verður svona svolítið fær mikinn áhuga á þessu slátrunartóli sem ég veit ekki hvernig ég á að sýna hana en sem Helgríman sem var sem sagt myndafinn í bókinni, fremst í bókinni, þetta sem var sett yfir þótti mjög mannúðleg aftöku aðferð á sínum tíma sem var bara að setja grímu yfir og sérstaklega smíðu fyrir sauðfé á kindina yfir höfuðið nema það var ekki gött hún myndi ekki sjá og svo vel staðsettur heitir sem sagt á rótgatturinn hún fyrir ennið og svo var sem slegið á hann til að drepa dýrið og átti þá að gerast mjög fljótt og hún átti ekki að sjá það ekki eiga von á því og í bókinni hljómsveitin Helgríma og hún að sjálfsögðu með svona grímu sem að vinkonan föndraði fyrir hana, alveg svo vinur minn, myndlistarmaður föndraði þessa fyrir mig til þess að vera með í útgáfuhófinu þess að ég ekki búin að nota hann ekki dagstæðlega hún ekki funksjónal, hann hefur gert aftökutæki sem listaverk undir Þórarinningi, hann hefur gert aftökutæki sem listaverk sem víst funksjónal en hann sannferð með þess að verða ekki, hún auðvitað bara með einhvern svona plastpinna og svona en líka þú finnst ykkur svona þingri jólabók til þess að nota til þess já, þú þurfti náttúrulega einhvern doðrand Þetta alveg kalla nú á ýmsar kenningar bókmenntir sem Helgríma, þú veist þess að eiga bókmenntir að vera bara til þess að deyfa okkur til þess að við sjáum ekki þegar við fljótum sofandi feigðarósi eða gagnrýna það og ég talandi krimma þá hélt ég að ég var alveg örugglega fyrstu til að nota Helgrími í bókmenntum en sjálfsögðu var Arnaldur búnaði og undan mér og það nú hrottalegt morð frammi með Helgrími í einn af hans bókum en ég allavega passaði með að nota hann á allt annan hátt í minni bók En fannst þér svona hugsaður þið tvisar í útgáfupartíinu að vera með þessa grímu hvort að ef þú hugsaði með það væri nú auðvitað gaman að selja einhverja bækur og fá kannski pínlítinn pening og geta keypt Ég myndi fæla alltaf Nei, held að fólk sem koma, hvað? Já, hvort það væri hvort það væri aðdráttarafl í þessari grímu eða fólk myndi bara hlaupa öskrandi út úr búðinni Ég held að allir sem komu þannig voru konið til að hlusta á upplestur úr hrollveggjum þannig að
ég tók sénsinn, annars er ég ekki flaggaðin en er þetta ekki, myndur ekki ef þú ættir nú að reyna að selja bókina svona, getur hún ekki höfða til fleiri en þeirra, heldur bara þeirra sem hafa áhuga á hrollvekjum? Jú, algjörlega og ég mynd svolítið fyndi sko að vera, ég hef einmitt rætt þetta mjög mikið við aðra fantasíuhöfunda sko, við erum rosalega, allavega ég og ég veit, og fleiri höfundar svo sem rosalega svona stíg mjög varlega til jarðar með fantasíuna og ég vandaði mig mjög við þessa bók að draga fólkin með persónunum og með á eisnaflugi og sögunni í Íslandi núna fara þessa realísku leið og bara svona hægt og rólega byrja að láta förmuna svona seitla inn frá hliðunum áður en allt fyrir að svona og treysta því að ég sé búin að ná völdum á lesandanum þegar loksins allt fyrir að fara til fjandann sko og meðal annars, virðist það að virka það á margar lesendur, ég veit allavega einhver dæmi þessum að fólk, það hafði þveru öfuga áhrif, að einmitt að því að þau voru komin svo rosalega vel inn í þessa hliðmála sko og raunstæði að þá voru þau stuðuð þegar förðan fór á fullt sko, en ég skil það alveg líka, en sko að þetta sé svona svolítið hræðsla hjá okkur sem erum svona bara bæla fantasíunum svo lengi sko niðri, meðan fantasíunum þetta erlendis bara, fara bara á fulla ferð á fyrstu blaðsíðu sko. En hvað er svona hættur við fantasíu? Ekkur erum við eitthvað hætt við fantasíu að lesa? Það er bara þú fá okkur annan að svara því sko. Ég vissi það. Ég skil það ekki. Nei, en þetta er algjörlega bók sem er sko ég meina fantasía fyrir alla, það er bara þannig. Þetta hljómar svolítið svona, þú veist að tala um fasisman eins og við getum rakið að þannig að það sé svona fasismin einhver staðar sem hefur sko komið óorði á fantasíuna, að því einhvern veginn fantasían sé eitthvað hleypi andanum á mikið. Maður er náttúrulega rosalega mikið út undan, bara almennt sko, það er ekki fyrir mjög nýlega í allavega svona popmenninguna, þú veist með hringadóttin sögu bíómyndunum og Harry Potter að það allt saman opnaðist og það var allt í lagi að fantasíur fóru að fá velun og fengi að vera svona meira og meira með, en í bókmyndin þá er ennþá rosalega svona bara tveir flokkar, það er bara fagurbókmyndir og því það er hlein Það er líka sko, það er líka búið til læsi þótt, ég er lengur sem að ára á mynd með ömmu minni sem var tímaflakk og amma mín meðtók aldrei að það var tímaflakk því það er svona, það sá vísindaskáldskapur var bara svona utan hennar sko menningarlega reynslu heims þannig hún var ekki alltaf að rationalisera það á einhvern annan hátt heldur en myndin var að bjóða upp á sko. Það er enda líka stór hluti, já það er þetta læsi sko, ég hef líka alveg rekist á þetta fólk sem er mér mjög náið og bara las aldrei fantasíur en nær ekki alltaf utanum hluti sem að kannski verðum árangur að mynda. En það er hægt að þjálfa þessu og segir því núna svona bíómynda áhorfendur eða sjónvarsáhorfendur þekkja núna flestir svona tímaflakk, það ekki? Það er orðið bara svona venjulegt. Jú, fjölheimakenning og sem er allt í einu bara orðið svona mainstream sem var ekki áður. Síðan alltaf mín kynslóð sem ólst upp við Star Wars við kannski, annar menningarumhverfi þessu ólst bara upp við vestra, og þannig náttúrulega verður það smá til að lesendun fer að þekkja ákveðnar aðferðir og gera það öðruvísi kröfur heldur en bara það þetta myndur nú aldrei gerast sko. En er eitthvað annað í íslensku bókmyndum að þið getur svona, þetta er mjög erfiða spurningar en svona getur betur vísbendingarspurningar, er eitthvað annað, er einhver svona aðrar bókmyndir sem þið munið eftir sem að getur hafa þjálfað upp þetta læsi, þetta fantasíulæsi sko, þið talið bara Snorra Sturluson og það er alltaf í barnabækurnar og unglingabækurnar barnabækurnar þínar auðvitað en ég náttúrulega, þegar ég var strákur þá voru eiginlega vallan einar barna- eða unglingabækur sem voru á íslensku sem höfðu til mín. Ég fann að lesa Stephen King allt og ungur af því að ég fann ekki neitt annað nema þjóðsögurnar sem ég líka lá yfir alveg þegar ég var strákur. Þjóðsögurnar einmitt, þær eru nú Já, en þetta er náttúrulega allt svo gamalt. Þú finnst sko, Íslendingar voru að skrifa fantasíubókmyndir frá sko 1200 til 1900 og síðan bara Já, og einmitt stólaðum með hvað hann heitir einhver íslensk bók já, sem skrifaði þessa svakalegu fantasíu á hvað var 18. öld sem að síðan kom bara út núna frekar nýlega býtum við það var alltaf málþingum nýlega upp í háskóla og ekki allt í einu alveg bara eins og þú vorst að segja hann bara já, ég man líka, var ekki Eiríkur Jú. Frá Brúnum
Laxdal. Nei, já. Já, einmitt. En hérna... Já, hann var svona, ef hann hefði verið, ef það hefði verið, ef hans bókmenntir sem voru bara svona Ísland með öllum þjóðsögunum, bara hluti af söguheiminum, sko, þá bara algjört fantasíu Ísland sem hann var að leika sig með í bókunum sínum, sem hann alltaf, eins og segi, kom aldrei út fyrir á síðustu öld, 80 eitthvað. Ef það hefði verið kanonon, en ekki piltur og stúlka eða, þú veist, eitthvað annað. Og líka einmitt svipaði fræðum ef Jón Lærði hefði verið með kanona eitthvað neginn, þá hefði líka fræðin verið svolítið öðruvísi kannski á Íslandi. En getur þú lesið smá hvað er fræðin? Getur þú lesið örstutan, ertu til í það að lesa bara örstutan kapla fyrir af því við erum bara að tala um tónlist áhorfendur og hlustendur og þeir sem eru hjá okkur í útvarpi kannski sjá ekki nákvæmlega þessar menn sem hér sitja, það er Gunnar Theodór Eggertsson sem ætlar að lesa fyrir okkur og Valur Gunnarsson er hérna líka í stúdíónu. Bókin þín heitir Segðu nú Vatnið brennur sem er samt nafnið á vínilplötunni í sögunni Vatnið brennur sem hún Gríma verður svona heldtekinn af. Og bókin segir bæði sögu Grímu í samtímanum og síðan sögu hljóðfæraleikana í Stokkólmi árið 72. Þannig ég svona gríp oftast niður í svona smá brot úr báðum tímalínum, en ég ætla samt held ég bara að lesa smá bút úr sænsku tímalínunni af því við erum búin að tala svo mikið um tónlist. Það sem að þeir eru tiltölulega nýbúnir að kynnast hljóðfæralekarnir tveir sem að munu síðan taka upp þessa dularfullu plötu, það sem eitthvað hræðilegt mun gerast. Ég ætla bara að grípa niður í senu þar sem þeir eru saman að bara spjalla um tónlist og ranta um tónlist og bara tveir hippar heima hjá öðrum þeirra að drekka te og Anders er sem sagt saxofónleikari og Rolf er fiðluleikari og það er svona persónan okkar hérna og Anders er í miðjum svona bara innræðu ranti um tónlist og Rolf er rosalega feiminn og hann situr bara svona að hlusta. Þannig að í þessari innræðu hérna sem ég ætla að grípa inn í þá kjarnast mikið af pælingunum sem að þeir eru að reyna svona fanga í upptökuferlinu fyrir plötuna. Og það byrja hér. Þetta er svona Anders að tala. Ég skil hvað þú átt við, ég og líka djúpstæða minningar, tengda lögum og æsku minni, en mér langar að ganga enn lengra með mína músík, ná að brjótast út fyrir egóið, út fyrir mína persónlegu sögu, mínar persónlegu minningar. Ég er hugsa minningar á heimsmælikvarða, tónbil sem spanna árþúsundir. Hvernig sungu Rómverjarnir, Grekirnir, Egyptarnir, hvað sungu víkingarnir, hvað söng fólk til að halda á sér hita á ísöld, hvernig tónbil söng frummaðurinn, hvað var kyrjað í kringum fyrsta varðeldin. Þetta er allt innan í okkur. Við getum tengst þessum krafti, virkjaðan, tengt á milli, fyrst á milli okkar tveggja og svo við hlustendur. Það er byltingin. Öll sönn bylting byrjar innra með manni, kemur ekki utanfrá. Borgarlífið er tálsýn, egóið, materialismin, allt saman. Þetta er það sem trúnni tekst stundum að laða fram í fólki. Þegar það kemst í þessa djúpu snertingu við kjarna sinn, nema hvað það er alltaf mikil forskrift í trúarbrögðum og mikil pólitík og stjórnun. Það er allt gegnsýrt af efnishyggju. En hugsaðu tónlistina sem hefur verið samin í nafni Guðs og heilaleikans. Skýtt með allt hitt, allt kirkjulega kjaftað, ég meina bara músíkin. Því þar má finna vott af þessu sem ég er að tala um. Þegar fólk tengist í gegnum sama sálmin og í leiðinni minningum úr æsku sinni og lengra aftur til foreldra sinna og enn lengra gegnum kynslóðina lengst aftur í tíman og allt kviknar þetta innra með manni í taugakerfinu eða sálinni eða hvað sem þú vilt kalla það. Ég er ekki trúaður, ekki samkvæmt hefðbundnum skilgreiningum, en að syngja sama sálmin og mamma söng fyrir mig sem amma söng fyrir hana og langamma þar á undan og hver veit hversu lengi, það er sannkallaður heilagleiki, sannkallaður galdur. Ég veit að það er ekki töff að tala um svona trúmál og hefðir og oft hef ég ekki orða á þessu við fólk því það tekur mig bara eins og einhverjum tónfræðilegum íhaldsegg. Ég held að þú skilji hvað ég er að meina, er það ekki? Rolf kinkaði kolli og fiskaði fiðlukassan upp af gólfinu. Hann opnaði fyrir hljóðfærinu og vatnslitamyndin birtist þeim í öllu sínu velta veldi. Anders virti hana fyrir sér og meðan Rolf stillti strengina. Skugginn í vatninu opnaði hungraður faðminn. Falleg mynd, sagði hann íhugull, dramatísk. Ég myndi jafnvel segja ofbeldisfull. Málaði þú hana? Aldrei hafði Rolf séð neitt ljótt við myndin hennar mömmu. Ekkert annað en ljós og fegurð. Hvernig þá
ofbeldisfull, spurði hann. Þetta vatnið heim í sveitinni, fíguran þarna fyrir miðju mamma með opinn faðminn, eða kannski amma. Ég held þetta varu skógareldar, útskýrði Anders, og brennandi manneska fyrir miðju, eða loftsteinn að skella til jarðar þessi eldhringur í kringum bláa litin eins og kvikna sig í plánetunni. Kannski ég að horfa kolrant á þetta. Hann afsakaði sig og hló. Þú sér sveitina þína, ég sé bara eitthvað kosmískt kaos. Það ekki merkjum góða myndlist? Að allir sjáu sitt út úr henni? Ég veit ekki mikið myndlist, játaði Rolf og lokaði kassanum varlega. Þetta bara mynd sem mamma mín málaði þegar ég var lítill. Þetta eina sem ég á til minningar hana. Þetta og eitt lag sem hún söng fyrir mig. Ég ætla að hætta hér. Það þess að lagið sem hann og síðan eftir að taka upp og gríma minn síðan fara að hlusta á hálfri öld síðar. Ég verður nú skemmtileg spenna svona. Þetta svona spennubækur mjög leðilegar en flestar, eða ég hef ekki lesið margar. Þetta mjög óhefðbundin spennubók. Ja, þetta svona byggt upp eins og svona svolítil mysteri sko, hvað gerðist við upptökurnar og hvað það var framið morð, það var eitthvað og annar þeirra hvarf, við vitum þetta allt en það samt ekki svona þunga með henni í sögunni. Aðalmiðjan í þessu er þetta, þessi tengst við svolítið listina sem tónlist hjá þeim en almennt bara þessi leit að einhverju tengingu við innra sjálfu og annað fólk og líka einhvern veginn bara einhver svona hvað maður að segja, díalógur við bara söguna og heiminn sko nema svo kannski ræður maður ekki alveg hver grípur inn í lagið manns þegar maður búin að senda það út í heiminn allt í henni einhvers konar hættulegu kraftur sem svarar sko. Já, vá. Til hamingju með bókina. Já, og ég vona hún ratti í fólk, ég vona fólk þori að bara setja vatnið brennur í jólapakka. Það verður allavega mjög töff sko. Treysta því að furðan ratti til sinna og líka aðrir eins og segi gefið því séns og maður halda áfram að æfa sig í því að lesa út fyrir raunveruleikann. Já, og opna og veitum nú ekki af í okkar bókmyndaheimi sko og aðeins að opna fyrir svona fleiri frásagnar máta sko og nokkra þræði úr fantasíuheiminum og víðar held ég. Já. Er að segja sko. Þetta alltaf einhvers staðar, þú veist vísindaskáldskapur og svona, svo Steinar Bragi með sínra vísindaskáldskapur, það alveg náttúrulega alls konar bækur í gangi. Það nefnilega að kreima undir og kannski aðeins að koma inn, eftir kannski svona bylgi og kreimin en maður samt tekið eftir svona aðeins verið að sko stækka undanfarin ár. En Valur, þú eiginlega, við klikkum á, ég glemdi að biðja að koma bókina þína og því ég nú vörn að biðja að koma og tala pólitík einmitt. Þannig og þú En við erum nú með þess að græði sem að gerir allar bækur óþarfar. Getur lesið stuttan kafla bara lokum fyrir okkur? Já, þetta svolítið sko, ég skrifa þessa bók Örðun og fólkan sem fjallaði hvað nasistar hefðu tekið í Ísland 1940 og ég strax þá mér það er svo erfitt að skrifa dystopíur í dag því raunveruleikinn alltaf bara náðu þér þú náðu þér að það langt á undan með þennan martraða sín áður en að bara það komið í fréttir sko. Það sama ástæður erfitt að fá fólk til að lesa silling sko. Já, þetta er stóru streyman og það svolítið mælt sko, mér fannst krimmarnir vera svolítið svar við góðærinu þessi yfirdrifni bjartsýni þeirra tíma og þá vildi fólk svona sjá hans hrylningin sem kreimaði samt undir sko. En samt lifðu formið af hrunið sko, heldur áfram að vera ráðandi þannig ég veit alveg hvað það segir okkur eða hvers vegna við veit í orðinu svona sérstaklega svona straumar í held ég myndi bara skoða menningarsögu Íslands og þessari öld þá myndir ekki sjá neinn rof sérstaklega í kringum hrun sko, kannski mistókst menninguna að takast á við hrunið, ég veit ekki en já, á þessum síðustu og verstu og svona skálduðu tímum þar sem að allir keppast að skálda sína eigin raunveruleika, að skálda upp raunveruleikan þá eiginlega fór ég út í það bara að skrifa raunveruleikan svo mér kemur hann fyrir sjónir. Já, þegar maður skálda að menn eins og pólitíkusar sem sagt bara það sem að hvað upplýsing óreiðan, það er mikið leyfi það er mikið skáldaleyfi þar svona kannski á skökkum stað þar sem við viljum fá staðreyndir, það er skáldaleyfi og svo er skáldskapurinn orðinn það er ekki lengur einn krafa á sko stjórnmálamenn að þeir sko haldi sinni í námynda við staðreyndir og reyna að kokkar upp heldur bara búa þeir nefnilega til og þá má ég segja sko líka til við Rocky og svona
áður fyrir var það þannig að sko listamenn áttu að vera sjokkerandi og stuðandi en stjórnmálamenn áttu að vera svona stabílir og öruggir. Nú þetta algjörlega búið að snúast við sko. Það listamenn eiga að vera svona eitthvað svona örugg höfn sko og mega helst ekki segja neitt umdeilt meðan stjórnmálamenn að reyna að stuða það á pönka eins og þau geta. Þannig að þú ert bara virkilega, þú ert bara klettur í hafi hérna í þessari bók. Nei, ég er ekki að segja, ég sé það. En mér finnst það kröfur sem er ekki endla. Ég er einmitt að fjalla pönkið svolítið í þessari bók og erum að tala sko hvenar á listin bara að vera svona skraut á þú veist, erum við bara strengjasveitin á Titanic sem heldur að spila meðan skipið sekkur sko. En listin getur haft áhrif og hefur haft áhrif og einhverju leyti má segja að það voru Berlínarpönkararnir sem að felldu múrinn í svona undarlegu bandalagi við kirkjurnar sem voru líka andsnúin kerfinu og en ef heldur rock and roll getur ekki breytt heiminum þú ert ekki að fylgjast með það hefur gert það. En því miður þá einhvern veginn er kannski er meira svolítið búið að stofnana væða allt saman og listin hefur bara sinn fyrirframgefna bás og bara vera þar og það fannst mér vera þróunin í góðærinu og kannski ennþá svolítið sko. En það er önnur umræða kannski en mikilvæg. En ég er náttúrulega að skrifa þessa stórmiklu bók þetta Þýskaland og en samt bara því ég er með niðurlagi þá er ég svona farin út fyrir Þýskaland og svolítið Ertu ekki svona sko, hvað kallast það spilla þegar þú segir sem sagt, þú lest ég les alltaf síðasta kaflan sko. Já, þannig að það er bara alltaf leið. Okay. Valur Gunnarsson les niðurlag bókar sinnar Berlínar Bjarmar, Langamma David Bowie og ég. Já, þá þá fólk getur velkjast í vafa hvernig það fer allt saman. En ef fólk vil þess að vita hvernig fór með sameiningu Þýskalands og þá verður það að kaupa bókina og hvort hún standi niður. En eitt af þemunum svo ég haldi nú áfram að mútur eitt af þemunum umverulega rómantík og upplýsing, skynsemi og tilfinningar og hvað þetta tekstur lágu og þurfum að báðu að halda en ég held að sé nú svolítið tíminn þar sem tilfinningar að taka yfir og endalegu rök og svo eins undarlega og það hljómar þá voru það þrátt fyrir allt sko Þjóðverjar sem fundu upp rómantíkina og frakkarnir upplýsinguna. Þannig að meðan frakkar voru að vigta og mæla heiminn þá voru Þjóðverjar að fara með ljóð og skjóta sig í hausinn í nafni ástarinnar og allt það. Þannig að en þetta er Ég myndi segja að það eru stóra spurningar þannig að allavega, veistu hvað þetta er mikið lúxus að rithöfundur skuli taka og þið bara skuli taka svona stórar þræði og spinna það áfram og svona leikandi. Já, það er eitthvað sem að sko bækur hafa þrátt fyrir allt fram yfir fréttir og Facebook-status að það er að þetta næði og þessi tími þar sem lesandinn getur gefið sér vonandi marga klukkutíma til þess að svona velta einhverju fyrir sér og það er ekkert annað listform sem kemst nálægt í held ég svona fyrir sjálf fyrir þá getur við bara stundar umverulegar svona listur sko sem getur nú gerst bræðan í því. Biden tókst ekki á sinni forsetatíð að skrúa niður hitastigið en segja má honum að tekist að halda lokin á pottinum. Hætta er nú að allt springi hversu sem vinnur í bili og nú vitum við hvað það var, þetta skrifaði síðasta sumar. Man ætla aldrei að skrifa nánustu framtíð. Annar aðilinn virðir ekki lengur leikreglur og hinn gerir hann grín. Þar sem enginn er til að lækka hitastigið heldur það áfram að aukast. Sé það ekki skrúa niður hlýtur það að springa og það sem gerist í Bandaríkjunum mun óma og verða leikið eftir allan heim. Við erum að nálgast mörk þess sem hægt er að spá fyrir og framhaldið veist þú, lesandi góður, meira en ég gerir nú. Orð látinna spámanna geta enn haft gildi og eitt af síðasta sem Leonard Cohen sagði áður en hann lést árið 2016, sama ár og Bowie dó, sama ár og Brexit átti sér stað, sama ár og Donald Trump var fyrst kjörinn forseti og eitt enn. Þú myndi ekki vera hrifinn af því sem kemur á eftir Bandaríkjunum. Önnur leið er fær. Hægt er að bera klæði á vopnin.
Schopenhauer sagði heimurinn væri helvíti og að við öll varum bæði pyntingameistarar og hinn pyntuðu. Sumpart það rétt en valið okkar. Leibniz hafði áður sagt að við byggjum í hinnum besta af öllum hugsanlegum heimum. Þetta kann að vera rétt, erfitt að hnekkja þeirri fullyrðingu. Sé betri heimur til, hefur hann enn ekki fundist í himingeimnum, né hefur hann fundist hér á jörðu. Af öllum tímabilum sögunar það sem staðið hefur undanfarin ár það allra besta. Hversu slæmt sem ástandið kann að virðast, var það alltaf verra áður fyrr, þegar þrælahald þótti eðlilegur hlutur. Engar bólusetningar voru til gegn farsóttum og hvorki var til rafmagn, hiti, né rennandi vatn. Og það sem alltaf verra áður erum við, ef ekki endilega stödd í þeim besta af öllum hugsanlegum heimum, þá í það minnsta í þeim besta sem enn hefur reyndir. Förum vel með hann, gerum hann enn betri, látum skynsemina leiða okkur áfram. Og nú, já, ég eiginlega býst við því að það verður miklar breytingar á heimsmynd okkar að næsta ári og næstu árum og ég er hálf nostalgískur fyrir þessum tímum sem við bölvum í dag en munum kannski líta aftur á með söknuði en það Það er eiginlega skynsemi skáldskapar eins og skynsemi fantasíunum svona sem að við getum lifa okkur áfram. En við verðum að hafa eiginlega þessi orðin hjá okkur. Við sýnum tala við gætum alveg verið í marga klukkutíma sko, við erum búin að setja fram ýmsar mikilvægar spurningar í þessu stuttaspjalli og þannig að það er nú aðalatrið kannski held ég að maður bara lesi bækurnar og njóti þess en það satt best segja, finnst mér mjög gaman alltaf að tala líka við höfundana af því það er svo mikið umfram líka eitt verk, það er svo mikið mikla pælingar líka í kringum eitt verk ekki? Jú, það getur upp á samræðu ekki ekki endalega niðurstaða. Já. Gunnar Theodór Eggertsson, rithöfundur og Valur Gunnarsson, rithöfundur hjartans þakkir fyrir að koma að rauðaborðinu í bókarappið og gangi ykkur vel í jólabókaflóðinu. Takk. Og hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir að fylgja okkur eftir í kvöld. Þetta loka innslagið okkar, loka samræðan við rauðaborðið í kvöld. Við erum búin að fara eiginlega dálítið víðan völl en það hafa nú verið svona ákveðin þemu hérna. Við höfum setið svona við eldinn og pælt í hlutunum. Við verðum hérna aftur á morgun annað kvöld með hlaðborð líka eða hlaðborð, bara með borð sem að hlustendur og áhorfendur búin að taka þátt í þessari samræðu og þið getur líka styrt okkur eins og við höfum áður minnst á af því þetta nú svona þetta ekki svona, hvað það, markaðs fjölmiðl þannig að þetta fjölmiðlinn þessi í eigu hlustenda og áhorfenda sem geta farið inn á vefinn samstöðin.is og ítt á lítinn hafsmyndir áskrift. Það öllum opið að horfa á náttúrulega á YouTube og stjórnarpi Símans og hlusta í útvarpi 89.1 og fara inn á líka samstöðin.is en þessi áskrift svona hugsuð sem að þá séu menn hlutað eigendur eigi þátt í þessari samræðu og þá segjum við það ekki lengra í bili góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.